Góðan dag. Ég býð ykkur velkomin á fund bæjarstjórnar númer 401 og sit hér með fund sem haldinn í bæjarstjórnarsal fimmtudaginn 27. ágúst 2021 og hófst fundurinn klukkan 17:06. Fundinn sitja Lárus Ásmar Hannesson, bæjarfulltrúi, Erla Friðriksdóttir, bæjarfulltrúi, Haukur Garðarsson, bæjarfulltrúi, Steinunn Ingibjörg Magnúsdóttir, bæjarfulltrúi, Guðmundur Kolbeinn Björnsson, varamaður, Gunnlaugur Smárason, bæjarfulltrúi og svo sem hér talar Hrafnhildur Halldórsdóttir. Hér er einnig Jón Sindri Emilsson sem sér útsendinguna og Þór Njörnsson bæjarritari og Jakob Björgvin Jakobsson bæjarstjóri. Á fundinum samkvæmt dagskrá eru 9 mál en hér er dagskrárbreyting fundar. Dagskrárliður 6, kosningu kjörstjórn er felldur af dagskrá fundarins þar sem ekki þarf á að kjósa nýja kjörstjórn. Var að ræða misskilning í samskiptum kjörstjórnar og ráðhússins sem kom í ljós eftir að fundarboð var sent. Einhverjar athugasemdir frá fundarmönnum? Þannig þá lít ég á þetta sem samþykkt. Forseti vekur líka athygli á því að sú sérstaka staða er uppi að Theodóra Matthíasdóttir varabæjarfulltrúi á Olista sem óskar eftir að málið er tekið á dagskrá og forseti gerir ráð fyrir að myndi mæta til fundarins. Ekki mætt til fundar til að fylgja tillögu sinni eftir sem var á dagskrá fundarins undir dagskrárlið 7 í upphaflegu fundarboði. Eðli málsins samkvæmt telur forseti að undir venjulegum kringumstæðum yrði að fresta málinu eða taka málið af dagskrá fundarins þar sem fundarmaður er ekki mættur til þess að fylgja tillögu sinni eftir. Í ljósi eðli málsins og í ljósi þess að sá bæjarfulltrúi sem lagði málið upphaflega fyrir bæjarráð er mættur til fundarins tel ég að fyrir hendi eru forsendur til þess að heimila Erlu Friðriksdóttur að gera tillöguna sinni eða berast ekki andmæli frá Erlu Friðriksdóttur eða öðrum fundarmönnum. Orðið er laust. Enginn hreyfir andmælum, þannig að ég lít á þetta sem samþykkt samhljóða og Erla mun flytja þetta mál. Þá göngum við til dagskrár. Liður 1. Afgreiðslufundur byggingarfulltrúa. Lögð fram fundargerð 15. afgreiðslufundar byggingarfulltrúa. Lagt fram til kynningar og orðið er laust. Enginn kveður sér hljóðs. Liður 2. Bæjarráð fundargerð frá fundi númer 629. Lagt fram til kynningar og orðið er laust. Enginn kveður sér hljóðs. Liður 3. Fundargerð bæjarráðs frá fundi númer 630. Lagt fram til kynningar og orðið er laust. Lárus Ásmar bæjarfulltrúi, við biðjum orðið. Gerðu vel, Lárus. Forseti, í þessari fundargerð númer 630 þá vil ég athygli á máli sem er þarna inni varðandi Eldfjallasafnið og minna á að fyrir nokkur síðan þá komum við tillögu það að það yrði skipaður hópur til þess að móta stefnu hvaða starfsemi við viljum hafa í þessu húsi, þannig að segja okkar gamla samkomuhúsi. Það er mín skoðun að hefur verið eins og þið vitið að við þurfum að einhvers konar samkomuhúsi halda hérna fyrir bæjarbúa, unga fólki og eldri, þannig að ég bara hvet okkur til dáða að taka næstu skref í þessu máli. Ég fagnaði hver staðan er núna. Þannig að takk. Takk fyrir þetta, Lárus. Fleiri sem vilja kveða sér hljóðs. Undir lið 3. Svo er ekki. Liður 4. Skipulags- og byggingarnefnd. Fundargerð frá fundi númer 253. Framlagt hér til kynningar og orðið er laust. Og enginn kveður sér hljóðs. Liður 5. Umhverfis- og náttúruverndarnefnd. Lögð fram fundargerð frá fundi númer 55. Lagt fram til kynningar og orðið er laust. Lárus Ásmar bæjarfulltrúi, gerðu svo vel.
Forseti, það sem að ég vil nefna í þessari fundargerð að nefndin tekur loks til umfjöllunar efni sem að var vísað til nefndarinnar 10. desember 2020 þar sem var bæjarstjórnin samþykkti samhljóða að óska eftir því að umhverfis- og náttúruvernd veitti umsókn skýrslu Breiðafjarðarnefndar og það var frestur gefinn til 19. desember þann mánuð að skila því til nefndarinnar og umhverfisráðuneytisins og þetta mál er að vera að taka fyrir núna. Þetta er náttúrulega mjög langt síðan og afgreiðsla sem að nýtist ekkert í þessari umræðu og þessari vinnu eftir svona langan tíma. Ég vil líka benda á að því að það er verið að stilla þessu svolítið upp oft sem að menn þurfa annaðhvort að vera í öðru liðinu, atvinnumáli eða umhverfismál. Ég er bara algjörlega ósammála því. Ég held að það sé okkar hagur í því einmitt að horfa á þá möguleika sem þarna er reifaðir. Við þurfum ekkert að líta langt yfir skammt. Við getum hort hérna Vesturnesið. Við höfum bent á það áður að þar vinna menn þetta í sátt og víðsýni og þar hefur þjóðgarðurinn í Snæfellsnesi gert mjög mikið fyrir samfélagið og núna síðast var það stækkaður í sátt við snjósleðamenn og jeppamenn og hestamenn og þetta er bara svona. Mér finnst miður að þetta hafi ekki verið skoðað betur en afstaða meirihlutans var eindregin og nefndin hún kvittar undir það og við erum hérna með bókun varðandi þetta á þessa leið fram til Breiðafjarðar 630. fundur bæjarráðs, mál númer 16. Undirrituð benda á að á bæjarstjórnarfundi þann 10. desember síðastliðinn var samhljóða samþykkt ósk eftir því að umhverfis- og náttúruverndarnefnd veitti umsögn skýrslu Breiðafjarðarnefndar. Þar sem frestur var gefinn til 19. desember til þess að senda inn umsagnir gafst nægur tími til að boða til fundar í nefndinni. Afgreiðsla umhverfis- og náttúruverndarnefndar hefur dregist úr hófi þar sem umsögn var afgreidd á fundi þann 17. ágúst 2021. Fulltrúar H-lista í nefndinni tóku undir umsögn meirihluta bæjarstjórnar. Sérstaklega vekur athygli að í afgreiðslu umhverfis- og náttúruverndarnefndar kemur fram að hér, eins og það stendur, ríki hvorki vísindaleg óvissa eða skortur á upplýsingum hvort ákveðnar athafnir eða athafnaleysi muni hafa óæskileg áhrif á náttúruna. Á sama tíma tekur nefndin undir bókun bæjarstjórnar þar sem kallað er eftir auknum rannsóknum á firðinum. Það er skilningur undirritara að málefni umhverfis og náttúru séu málaflokkur nefndarinnar og sérstakt að þau sjónarmið skori ekki hærra hjá nefndinni í þessu mikilvæga máli sem varðar Breiðafjörðinn til framtíðar. Við teljum að tækifæri felist í skoðun á þeim kostum sem Breiðafjarðarnefnd leggur til, hvort heldur út frá sjónarmiði náttúru eða atvinnulífs. Að öðru leyti vísum við í bókanir okkar varðandi málið frá bæjarstjórnarfundum númer 394 sem haldinn var 10. desember 2020 og bæjarstjórnarfundi 395 frá 28. janúar 2021. Og undir þetta ritum við Haukur Garðarsson úr okkar Stykkishólmur og Lárus Ásmar Hannesson L-lista. Takk. Takk fyrir þetta, Lárus. Fleiri sem vilja kveðja sér ljós undir lið 5. Svo er ekki. Lið 6 eins og kom fram er felldur niður. Það kom að lið 7, tillaga íbúakosningu vegna útsýnisstaðar í Súgandisey. Theodóra Matthíasdóttir óskaði eftir því afgreiðsla bæjarráðs tillögu að íbúakosningu vegna útsýnisstaðar í Súgandisey verði tekin til afgreiðslu í bæjarstjórn. Eins og kom fram í upphafi fundar þá ætlar Erla að taka þetta mál. Erla Friðsdóttir bæjarfulltrúi, gerðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar.
Ég vil nú byrja á því að þakka Kristjáni Lár kærlega fyrir siglinguna sem við fórum saman í áðan. Það var virkilega fróðlegt að sjá þetta svona frá hans sjónarhorni og svona heyra hans rök í málinu. Ég nú á því að við eigum að hlusta á íbúana okkar og ég man ekki betur en allir flokkar hafa farið hér á stað í upphafi kjörtímabils, en það er leiðarljósi að efla íbúalýðræðið og ég held að þetta sé alveg kjörið mál til þess að leggja undir íbúa. Ég ætla að fylgja þessari tillögu eftir með eftirfarandi bókun, að þess að reifa máli líka, fara yfir það. Það hefur ekki allt verið rétt sem hefur komið fram, þannig að ég geri grein fyrir því líka hérna í bókunni. Á fundi 397. fundi bæjarstjórnar Stykkishólms þann 29. mars var tekið fyrir heildarskipulag áningarsvæðis og útsýnisstaðar í Stykkishólmi. Lagt var til við bæjarstjórn að fela bæjarstjóra að setja á stað vinnu við gerð deiliskipulags við Súgandisey ásamt því að hefja undirbúning á útsýnisvæði í samræmi við fyrirliggjandi gögn. Í bókun fulltrúa okkar Stykkishólms undir þessu máli kemur meðal annars fram. Undirrituð taka jákvætt í að hafin verði vinna við gerð deiliskipulags fyrir Súgandisey. Hvað varðar undirbúning á útsýnisvæði geta undirrituð ekki tekið afstöðu til einstakra framkvæmda í Súgandisey að svo stöddu þar sem ekki liggur fyrir kostnaðaráætlun. Undirrituð benda jafnframt á mikilvægi þess að forgangsraða framkvæmdum í Súgandisey samkvæmt deiliskipulagi og setja nauðsynlega innviði svo sem göngustíga og öryggisrið í forgang. Í kjölfar mikillar umræðu fjöreggið í samfélaginu lögðu fulltrúar okkar Stykkishólms fram eftirfarandi tillögu á bæjarráðsfundi númer 627 þann 7. maí. Fulltrúar okkar Stykkishólms leggja til að gerð verði skoðanakönnun eða íbúakosning fyrirhugaðan útsýnistað í Súgandisey, Eggið. Tillagan var ekki samþykkt. Í stað þess samþykkti bæjarráð breytingatillögu þar sem bæjarstjóra var falið að kynna hugmyndina betur fyrir bæjarbúum. Í afgreiðslu bæjarráðs kemur fram að verkefnið hafi verið einróma samþykkt þegar það var tekið til afgreiðslu bæjarstjórn. Með vísan í bókun fulltrúa okkar Stykkishólms á bæjarstjórnarfundi númer 397 sem sjá má hér ofan stenst sú fullyrðing ekki. Bæjarstjóri fullyrti auk þess að kostnaðaráætlun fyrir verkefnið hafi þegar verið kynnt en einungis hefur verið birt frumkostnaðaráætlun. Ómögulegt er að taka afstöðu til verkefnisins byggð á þeim forsendum. Undirrituð telja að dregist hafi úr hófi að taka afgreiðslu fyrir bæjarstjórn. Í verkefnum sem þessu er mikilvægt að bæjarfulltrúar leita leiða sem meirihluti íbúar eru sáttir við og undir þetta rita okkar Stykkishólmur, Haukur og Erla. Takk fyrir þetta, Erla. Orðið er laust. Björgvin bæjarstjóri hefur beðið um orðið, gjörðu svo vel. Forseti. Fyrst varðandi bókun og lista sem að Erla flutti hér áðan, þar sem að vitnaði í það að dregist hafi úr hófi að taka máli á dagskrá bæjarstjórnar. Þá er ég nú að benda á það að það er ábyrgð bæjarfulltrúa óska eftir að mál sé sett á dagskrá. Þetta var tillaga sem var lögð fram í bæjarráði og það er skýrt í
samþykktunum stjórn Stykkis og bæjar hvernig málsmeðferðin er. Þannig að þetta mál hefði þá verið tekið fyrir bæjarstjórn, hefði bæjarfulltrúi óskað eftir því. Það var gert núna af varabæjarfulltrúa sem að forseti gerir ráð fyrir að það kemur fundinu svo hún fór yfir hér í upphafi fundar og Erla hefur fylgt úr hlaði. Þannig að ég ætla þá að leiðrétta það hér með. En mér langar í tilefni af þessari bókun og þessari umræðu aðeins að gera grein fyrir málavöxtum þessa máls. Þetta er að varpa ljósi á málið í heild sinni og þess að vera að fjalla það efnislega. Með leyfi forseta. Þetta mál er búið að taka tölulega tíma hér í Stykkishólmi í málsmeðferð bæjarins og það hófst árið 2019. Það var samþykkt í bæjarstjórninni í apríl 2019 að fela bæjarstjóra að vinna því að setja útsýnispall á nákvæmlega þessum stað þar sem fjöruöryggi er hugsað og eftir að tillaga kom frá umhverfis- og náttúruverndarnefnd þar sem hún var samþykkt einnig samhljóða. Í kjölfarið var sótt styrk í október 2019 í framkvæmdastjórn Ferðamannastaða vegna hönnunar á útsýnispalli líkt og samþykktin gerði ráð fyrir þá vorið. Það var samþykkt að halda samkeppni hönnun á útsýnisstaðar í Súgandaseli í samvinnu við Félag íslenskra landslagsarkitekta, FÍLA, sem svo var gert og vorið 2020 hlaut Stykkis og bæjar styrk upp á tæpa 4 milljónir til þess að halda þessa hönnunarsamkeppni. Og í mars 2020 sem var samþykkt samhljóða í bæjarstjórn í sama mánuði var bæjarstjóra falið að undirbúa hrindaverkefninu í framkvæmd og síðan fór það í umfjallar í fastanefndum. Ég er ekki að tiltaka það sérstaklega en þetta er búið að fara nokkru sinnum fyrir umhverfisnefnd og fyrir skipulags- og byggingarnefnd einhver skipti, fyrir safn- og menningarmálanefnd þar sem að þetta er listaverk einnig, það er búið að taka þetta fyrir hafnarstjórn og fleiri stöðum en það var gert inn á milli, ég er ekki að tiltaka það sérstaklega. Undirbúningur á hönnunarsamkeppninni í samstarfi við Félag íslenskra landslagsarkitekta hófst í kjölfarið og á bæjarráðsfundi 22. apríl 2020 var lögð fram auglýsing forval vegna fyrirhugaðrar samkeppni hönnun útsýnisstaðar í Súgandaseli og það var skipuð dómnefnd sem bæjarstjóri skipaður ásamt Ásmundi Þrastasyni og síðan var Dagný Bjarnadóttir landslagsarkitekt skipuð sem fulltrúi Félags íslenskra landslagsarkitekta og trúnaðarmaður dómnefndar var Ólafur Melsteð. Bæjarstjórn samþykkti svo samhljóða fundi sínum 30. apríl 2020 skipun dómnefndar, auglýsingum forval og að auglýst verði eftir þátttakendum í samkeppnum hönnun útsýnisstaðar og þetta fekk aftur einnig umfjöllun í fastanefndum. Það var mikill áhugi á þessari þátttöku og sem var vel en á fundi bæjarstjórnar 2. júlí 2020 var tilkynnt þá niðurstöðu forvalsins. Það voru 22 gildar umsóknir og var dregið úr gildum umsóknum að viðstöddum trúnaðarmanni dómnefndar og vottum og þá voru þessi teymi hér til upprifjunar sem voru dregin út, tilviljunarkennt, Tendramat, Kratz og Sjör, Trapoli, Ómar Ingþórsson og Landslag og Kláma Kím. Dómnefnd fékk tillögunar afhendar svo frá teymunum nafnlausar og ekki var tilkynnt það hver ætti tillögunar fyrr en búið var að velja vinningstillöguna og þá var umslag opnað og
aftur fékk þetta umfjöllun í fastanefndum. Dómnefnd valdi svo fjöreykið en á bæjarstjórnarfundi 22. október, bæjarráðsfundi 22. október 2020 og síðan bæjarstjórnarfundi í kjölfarið var tekin umræða vinningstillöguna í þessari samkeppni en áður hafi tillagan verið tilkynnt opinberlega og jafnframt send í tölvupósti til bæjarfulltrúa og fleiri fastanefnda. Vinningstillagan þessi óhefðbundni útsýnisstaður sem ber heitið Fjöregg og var unnin af Glámu Kímon og Landslægi í samstarfi við Ólöfu Nordal og Gunnar Karlsson og fékk þessi þá tillaga og greinagerðir og alla greinagerðir reyndar sem bárust inn til okkar í hönnunarsamkeppninni sem hafa nýst einnig í dýraskipulagsgerðinni sem var gert einmitt ráð fyrir í samkeppnislýsingunni þær hugmyndir voru notaðar sem grunnur í deiliskipulagsvinnu sem komið vel á veg. Í nóvember 2020 voru lagðar fyrir bæjarráð greinagerðir vegna umsóknar Stykkishólmsbæjar í framkvæmdastjórn ferðamannastaða ásamt fylgigögnum þar sem sótt var styrk fyrir hönnun og framkvæmd við Súgindisey í samræmi við úrslit í samkeppni hönnun á útsýnisstað á eyjunni og það lá fyrir þetta frumkostnaðarmat sem Erla Friðriksdóttir bæjarfulltrúi nefndi hér áðan og á þessum tímapunkti var kannski erfitt að vera með nákvæma kostnaðaráætlun en einhver þó, það var þetta sem var miðað við og því var óvissan tími meiri í kostnaðaráætlunni. En verkfræði hönnunin eins og lá fyrir í samkeppnislýsingu og í forvalinu og í greinagerðinni þá var þetta hönnunarsamkeppni þannig að það var ekki skylda að skila inn verkfræðiteikningum af hönnuninni heldur það sem var sótt styrk til að klára. Þannig að það var þá gert á þessu ári. Þannig að umfangi á því lá ekki fyrir og ekki tilboð fyrir þeirri vinnu þar sem samkeppni átti eftir að fara í þá vinnu og fá styrk til þess. Og þetta fékk einnig umfjöllun í fastanefndum. Og síðan var gert ráð fyrir framkvæmdinni og styrkveitingunni í fjárhagsáætlun Stykkishólmsbæjar sem var samþykkt í bæjarstjórn í desember 2020. Og á þessu ári í febrúar þá hlaut Stykkishólmsbæjar nærri 25 milljónir í styrk úr ríkissjóði til uppsetningar á Fjöreggi á Súgindisey og deiliskipulagsgerðar í sambandi við Fjöreggið. Niðurstaða var kynnt í bæjar og bæjarstjórn í mars 2021 og samþykkt að hefja skipulagsvinnu og undirbúningsvinnu vegna Fjöreggs í samræmi við styrkveitinguna eins og Erla fór yfir og alveg rétt að það var bókað þar einmitt ef ég man rétt á þeim fundi. Sú bókun sem var lesin hér áðan en aftur fékk þetta einnig umfjöllun í fastanefndum. Ef við fer aðeins yfir skipulagsvinnuna sem hefur farið fram á þessu ári þá hófst hún í apríl. Það búið að samþykkja lýsingu á deiliskipulaginu, það búið að kynna það, fá umsagnir hana sem töluvert ítarleg. Það ekki mikill munur á lýsingunni og tillögunni, deiliskipulagstillögunni sem liggur fyrir núna. En bæjarstjórn samþykkti á fundi sínum 29. apríl lýsinguna og hún var auglýst til kynningar fyrir almenning og öðrum hagsmunaaðilum. Og lýsingin var tekin fyrir skipulags- og byggingarnefnd og í bæjarráði og bæjarstjórn í júní 2021. Það sem athugasemdir voru teknar jafnframt fyrir og það var ánægjulegt hvað þær voru jákvæðar. Í samþykkt í bæjarráði og skipulags- og byggingarnefnd í júlí 2001 þá var samþykkt að deiliskipulagstillagan sem liggur nú fyrir kynnt bæjarbúum og síðan þetta búið að fá umfjöllun í umhverfis- og náttúruverndarnefnd og kannski að lokum örlítið þá til upprifjunar. Þetta svo kostnaðaráætlun sem lá fyrir síðasta haust, kemur bæði fram í greinagerðinni með styrknum og síðan í fundagögnum.
frá því síðasta haust og greinargerðin hefur líka fengið umfjöllun í fastanefndum, þannig að það er ekki einu bæjarfulltrúar sem að fengu greinargerðina en bæjarfulltrúar hafa fengið kostnaðaráætlunina í fundargögnum. En samkvæmt þeirri kostnaðaráætlun þá er kostnaður Stykkishólmsbæjar af fjöregginu, ef við tökum það út fyrir sig, þá er kostnaður Stykkishólmsbæjar áætlaður 5,7 milljónir og kostnaður Stykkishólmsbæjar af deiliskipulagsgerðinni er 577.000 og síðan er þannig sem út af stendur 300.000 krónur sem að mynd á Stykkishólmsbæjar greiða. Samtals er heildarhlutur Stykkishólmsbæjar áætlaður 6,6 milljónir eins og staðan er núna. Þetta er nokkurn veginn í samræmi við það sem var gert ráð fyrir í fjárhagsáætlun og samkvæmt fyrirliggjandi kostnaðaráætlunin þá heildarkostnaður við fjöreggið áætlaður 28 milljónir eða tæpar 29 milljónir og vinna við deiliskipulag 2,9 tæpar. Þetta er svona þær tölur sem að vera að vinna með og að leigja fyrir og það þarf að klára verkfræði, teikningar og fleira sem við kemur undirbúningi á framkvæmdinni til þess að hægt sé að segja með vissu hver endanlegur kostnaður verður, kannski er hann hærri, kannski er hann lægri. Það er óvissu þáttur 25%, 22% í þessu. Hönnun og já, ef ég svona skjóta á það kannski 10-12 milljónir er hönnun og óvissa í kostnaðaráætlunni. Bara svona að gefa ykkur einhverja mynd á það hvernig þessi kostnaðaráætlun var hvernig var nálgast þessa kostnaðaráætlun. En þetta vil ég taka fram svona til þess að umræðan verði þá byggð á réttum forsendum. Ég hef fulla skilning á því að það er ekki allir sammála fjöreggið og sumir ósáttir, en þetta er listaverk og þau eru oft í eðli sínu umdeild og ég held að það sé samt fyrir öllu að umræðan og afstaða íbúa byggi þá réttu upplýsingum og við séum þá að fjallum þær á þeim grunni sem að ég hef farið þá hérna yfir. En fyrir utan þá það sem ég hef farið yfir hér hefur náttúrulega verið fjallað þetta vísvegar, hvort sem er í fjölmiðlum, Bændablaðinu, Vísi, MBL, RÚV, fjallum þetta á heimasíðunni og samfélagsmiðlum, búið til myndband og kynna þetta, þannig búið að vera að reyna að kynna þetta sem mest íbúum. Ég varðandi það að allir listar hafi stemt af íbúasamráði og íbúalýðræði fyrir síðustu kosningar, þá held ég það sé alveg rétt. Allir hafi nefnt það, en ég held að það hafi nú verið þannig á þessu kjörtímabili að Stykkishólmsbær hafi verið ákveðið frumkvæði í íbúalýðræðisverkefnum, samanber skýrsla leikvelli í Stykkishólmi sem var sérstakt verkefni sem að Stykkishólmsbær var valinn til þess að fara í ásamt öðrum 4 eða 3 stórum sveitarfélögum. Og ég held að það hafi nú verið ákveðin viðurkenning á því og það verkefni á því sem við getum gert og áorka sem bæjarfélag í íbúalýðræði, og það er margir horft til þess hvernig við vorum vinna hlutina og þetta er enn í þróun. En það er ákveðin verkferlar sem að þarf að hafa í huga í íbúalýðræði og það hefur við kynnst og þekkjum sem höfum verið að vinna í þessu og maður verður að hafa fullan skilningu því að það krefst undirbúnings og vinnu líka, og það er nauðsynleg vinna sem þarf að eiga sér stað þegar hún á við og á réttum tímapunktum. Það er það sem að ráðgjafar hafa sagt sérstaklega í þessu íbúalýðræðisverkefni, að þú þarft að þegar þú ert að fara að taka samtal íbúð þá verður undirbúningur. Íbúð þurfa að vita hvað er verið að spyrja þau og til hvers er ætlast að þeim. Þú þarft síðan að fylgja þið eftir
og síðan þar fram eftir götunum þannig að það sé samfella í lýðræðinu og þannig verður til farsælt íbúa lýðræði með því að fylgja ákveðnum verkferlum og skipulagi í sambandi við íbúalýðræði. En að þessu sögðu þá held ég láti staðar numið umfjöllunum málsmeðferð bæjarins hvað við kemur fjöregginu. Lárus Snorr, þú varst að biðja orðið þessu. Forseti, mér finnst þetta skemmtilegt, að við tökum umræðum málefni bæjarins. Það skemmtilegt líka að maður einhvern veginn getur aldrei átt að sjá því hvað verða heit málefni. Því við erum hérna að taka ákvarðanir og ræða þætti sem hafa áhrif á samfélagið í nútíð og framtíð og mörg stærri mál sem ég held að við hefum átt að kannski ræða meira og kannski hefur skipt meira máli fyrir okkar bæjarfélag inn í framtíðina. Vil nefna það til dæmis að sem rætt var hér áðan, stefnumótun hvernig við notum eða náum að nýta Breiðafjörðinn okkar fallega sem best og til dæmis stórt mál sem var hérna umræða möguleg kvótasetningu grásleppu ef við það nýst samfélaginu okkar eða ekki. Ég var sammála því að gera það alls ekki. Það virðist vera bara og hefur ekki verið síðustu ár til dæmis nokkur einastu umræða í samfélaginu með fjármál og ég er stundum skammaður fyrir að vera alltaf að töðum þau. En vonandi er þetta bara byrjun á einhverju að við förum að ræða saman bara hreinskilni og kurteisi þá ná árangri. Eyjan okkar, Súgandasey, er mögnuð. Hún er okkar einkenni. Við sem höfum alist hér upp munum eftir því að hafa farið þarna með rúta á haustinn og sækjað á desember og drösla þarna upp gaskútum til þess að fara með í vitann og svo var ég svo heppinn að fá að taka þátt í að byggja þarna bryggjuna. Það var umdeilt að leggja hérna garðinn út í Súgandasey. Ég held að enginn yrði á móti því núna. Ég var í upphafi sammála að fara í þessa vegferð og ég vil þakka Kristjáni Lár fyrir þessa siglingu sem var hér áðan. Það var skemmtilegt og flottur bátur í honum og hérna en hvað er okkar aðdráttarafl hérna í ferðaþjónustunni sem er að verða gríðarlega mikilvæg atvinnugrein alltaf meira og meiri? Það er Eyjan, það eru samkvæmt teljara núna í COVID-inu á þessum dögum bara á síðustu vikur yfir 400 mann sem fara upp í Eyjuna á dag. Þetta er líklega fjölfarnasti staður Snæfellsness á eftir Kirkjufells-fossinum og því svæði. Ég er á því að ferillinn sem var farið hérna vel yfir áðan hjá bæjarstjóra og þakkaði fyrir það, Jakob, hafi verið bara prýðilegur og ég ger engar athugasemdir við ferillinn. Við erum með þessari aðgerð að reyna að efla þennan atvinnuveg sem ég nefndi hérna áðan. Ég lít þannig að það er mín skoðun, það er mín nálgun á þessu. Það eru samkvæmt könnunum 750.000 manns 2019 sem kom á Snæfellsnes. Það er ekki nema 250.000 sem kom í Stykkishólm. Það er 1/3. Það er allt of lágt hlutfall. Samt erum við með ferjuna hérna. Og við þurfum að finna eitthvað og við þurfum að gera eitthvað og þetta finnst mér að vera hluti af því. Þarna er egg sem er verið að gera athugasemdir við
og ég fulla skilning á því að sumt finnst mér fallegt og öðrum finnst það ljótt og öfugt. Þetta egg og það var nú skemmtilegt daginn og þáttum með David Attenborough þar sem talar að egg sé mesta undur náttúrunnar. Og mér langar að segja frá því að það var áður en það var tekin ákvörðun, það var birt ákvörðun valnefndarinnar. Það kemur niður á skrifstofu hjá bæjarstjóra og það liggja allar tillögurnar sem bárust þessar 4. Og ég spyr, er búið að velja? Það sagði já og ég segi já, hver er það? Skoða þetta, hvað finnst þér? Og ég fletti í gegnum þetta. Ég svo strax þessa tillögu. Þetta finnst mér flottast. Þetta held ég að geti verið skemmtilegt fyrir okkur. Og svo kom í ljós að það var niðurstaðan. Það var þessi tillaga. Og ég sé þetta fyrir mig sem gríðarlega flott mannvirki þarna á þessum stað. Sérstaklega þegar ljósin verða komin og svo eru götin þarna og þetta verður þetta er algjörlega eins og sagt er það svo einstakt. Við þurfum að vera djörf til þess að sækja fram. Ég man hérna 2007 kemur tillaga að byggja hér hús niður við höfnina. Fyrirtæki Sæferðir og Nærverastofa vildi byggja hús, 2 hæðum og þak þar sem fólk gat setið úti. Það átti að vera þarna á Tótunni þar sem að síðasta minnimerki kom sem að mér fannst þetta algjörlega geggjað. Mér fannst þetta frábært, þetta var djarft og þetta var öðruvísi. Það var aldrei tekið til umfjöllunar. En ég man ekki hver er ástæðan fyrir því. Nú, mér er alveg sama, mín skoðun er þessi, ef þetta virkar þá er það gott. Hvað er að versta sem getur gerst? Það er að þetta verði algjörlega ræðilegt og þetta verði alveg bara, fólki finnst þetta algjörlega ömurlegt og hvað er þátt að gera þetta að taka þetta í burtu? Þetta er afturkræf aðgerð. Við erum ekki að höggva eitthvað úr eyjunni þar sem við setjum ekki aftur. Við erum ekki að gera eitthvað sem skaðar eyjuna mögulega til framtíðar. Við erum að taka ákvörðun að gera eitthvað sem við teljum að efli hér atvinnu og hérna verði rós í nappakatið. Ég sagði þetta upp að ég var á þeirri skoðun að þetta væri verkefni sem við ættum að styðja og ég hef stutt og ég er sammála því og líklega aldrei meiri núna. Takk. Takk fyrir þetta, Lárus Ásmar. Erla hefur beðið orðið. Gerðu svo vel, Erla. Já, forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég vildi bara rétt aðeins árétta það að ég var ekki að ásaka neitt með álasað neitt þegar við segjum að við teljum að dregist hafi úr hófi að taka afgreiðslu bæjarráðs fyrir bæjarstjórn. Við gerum okkur að sjálfsögðu alveg grein fyrir því að það er okkar ábyrgð að fylgja okkar málum eftir. Og ég get reyndar ekki séð á bókunni að það sé hægt að skilja þetta öðruvísi, en bara til þess að árétta það að við gerum okkur alveg grein fyrir því að það er okkar ábyrgð að fylgja okkar málum eftir. Takk fyrir þetta, Erla. Orðið er laust. Steinunn hefur kveðið sér ljós. Gerðu svo vel. Forseti, aðrir fundarmenn, mér langar bara til þess að koma hérna til þess að taka undir með Lárusi Ásmari, bæjarfulltrúa. Mér finnst hann komast vel að orði þegar hann var að tala þessa hluti. Ég er sammála því að ég hræðist þetta ekki. Ég er líka sammála því sem að Jakob kom inn á að list verður alltaf umdeild og ég tek undir orð Lárusar. Þetta er afturkraft. Þetta er ekki eitthvað sem við erum að skaða í náttúrunni og þetta getur orðið okkur til framdráttar og það er enginn nema við sjálf sem komum okkur á kortið og við verðum að fara að huga verulega að því að gera það. Því að tölurnar sem að Lárus þuldi upp hérna áðan segja meira en mörg orð. Takk. Fleiri sem vilja kveða sér ljós undir þessum lið? Svo er ekki.
Á 627. fundi bæjarráðs var lögð fram tillaga frá okkar Stykkishólmi þar sem lagt var til að gerð yrði skoðanakönnun eða íbúakosning fyrirhugaðan útsýnisstað í Súgandsstíg, fjöryggið. Formaður bæjarráðs lagði fram breytingartillögu þar sem talið var að vegna COVID-19 hafi hugsanlega skort á upplýsingagjöf til íbúa vegna verkefnisins og var bæjarstjóra því falið að vekja aftur athygli á verkefninu á heimasíðu bæjarins og þeirri málsmeðferð sem það hefur fengið á vegum bæjarins. Jafnframt var mynda í breytingartillögunni að bæjarstjórn samþykkti samhliða vorið 2019 að fela bæjarstjóra að vinna áfram í því að setja útsýnispall á þessum stað þar sem nú fyrirhugað að setja fjöregg í samræmi við tillögu umhverfis- og náttúruverndarnefndar. Hefur verkefnið verið í vinnslu frá þeim tíma og fengið tvisvar styrk úr framkvæmdasjóði ferðamannastaða, samtals nærri 30 milljónum. Og verið einróma samþykkt í bæjarstjórn og bæjarráði þegar verkefnið hefur komið til afgreiðslu og verið á dagskrá fastanefndar sveitarfélagsins. Margsinnis á þessum tíma þar sem tekið hefur verið jákvætt í verkefnið eða engar athugasemdir gerðar, þar með talið umhverfis- og náttúruverndarnefnd, skipulags- og byggingarnefnd og safna- og menningarmálanefnd. Í þessum nefndum sitja ásamt aðal- og varamönnum í bæjarstjórn 50 íbúar í Stykkishólmi. Bæjarráð samþykkti breytingartillöguna samhliða. Hverjir samþykkja að staðfesta afgreiðslu þessa bæjarráðs sem ég las upp hér að? Það eru 5 sem eru með, hverjir eru á móti og 2 eru á móti. Já, 2 á móti og 5 samþykkja staðfesta. Þá komum við að lið 8 sem er fundaráætlun bæjarstjórnar og bæjarráðs. Fundaráætlun hefur verið framlögð, orðið er laust. Enginn kveður sér hljóðs. Hver er samþykki þessari fundaráætlun? Og það er samþykkt samhliða. Þá er komið að síðasta liða dagskrá sem er minnispunktar bæjarstjóra. Bæjarstjóri ætlar að gera grein fyrir minnispunktunum þínum. Gerðu svo vel, Jakob. Forseti, ég ætla að gera stuttlega grein fyrir minnispunktum í ágúst mánuði. Nú, kannski til að byrja með, þá, að því mér láðist að nefna það áðan, þá held ég sé ástæða til þess að þakka fyrir hönd bæjarstjórnar í heild sinni, Kristjáni Lár, fyrir þá ferð sem að hann fór með okkur í áðan og sýndi okkur eyjuna frá sínu ljósi og sagði okkur sína skoðanir. Og vil ég þakka honum vel fyrir það. Eyjan er gríðarlega falleg og það var mjög áhugavert að sjá þetta út frá þessu sjónarhorni og heyra hans hlið á þessu máli í heild sinni og söguna frá nunnunum og fleira. En ef ég fer svona stuttlega yfir minnispunktana, en þeir liggja þá bara fyrir fundinum og verður birtir með fundagerð og hægt er að lesa þá að farið yfir þá ítarlegra á þeim stað þá í góðu tómi, ég var áhuga fyrir því. En í fyrsta lagi þá var umhverfisganga haldin 9. til 12. ágúst. Það er góð þátttaka í ár
og tóku vel á annað 100 íbúa þátt í göngunni og þetta er einn liður í íbúasamráði að taka þetta samtal við íbúa sem við höfum verið að reyna að vinna að í Stykkishólmsbæ núna síðustu árin og þarna þá áhersla hvað maður betur fara í frágangi umhverfi bæjarins og miðla upplýsingum og síðan fá að heyra hugmyndir hvort sem það fegrun umhverfis eða umhverfi bæjarins eða bara hvað eina sem það hvort sem það fjöreggið eða uppbygging bæjarins eða ruslatunnur viðbætur eða hvernig sem það Nú eins og í síðustu göngu sem reyndar var ekki farin í fyrra vegna COVID þá komu fjölmargar ábendingar og við reyndum að gera þeim skil í frétt á vegum bæjarins hvað hefur verið framkvæmt frá síðustu göngu en bara ef maður nefnir einhver dæmi af handahófi þá get ég nefnt meðal annars það verkefni sem að núna er komið til á forræði Minjastofnunar Íslands söguslóð á Búðanesi. Það var í umræðinni. Það voru göngustígar, það voru ruslatunnur sem við höfum sett upp og fleira. En það að kynna sér nokkra þætti á heimasíðu bæjarins, þar sem þetta er tekið saman. En bæjarráð hefur falið bæjarstjóra að vinna nánar úr ábendingunum, leggja fyrir fastanefndir og eftir atvikum hrinda þeim í framgang sem að hægt að gera og til og með til. Umhverfisverðlaun Stykkishólmsbæjar voru veitt í fyrsta sinn í umhverfisgöngunni og gengið var Sundabakka. Þegar gengið var Sundabakka þá voru Árþóra Steinarsdóttir og Björn Benediktsson verðlaunuð fyrir snyrtilegan garð og umhverfi en þau hafa ekki einungis það er ekki einungis lóðin þeirra sem til fyrirmyndar heldur hafa þau einnig tekið landskika sem bæjarland í hálfgert fóstur og gert það þannig að sómi sé af. Og þegar við gengum Ásklifið þá voru Hjörleifur Hjörleifsson og Magdalena Hinriksdóttir verðlaunuð fyrir snyrtilegan fallegan garð og þau hafa einnig tekið einmitt svona bæjarland í fóstur. Og síðan búið að taka ákvörðun að veita sýslumanni á Vesturlandi viðurkenningu fyrir snyrtilegt og fallegt umhverfi, hvað atvinnulóð varðar og einnig lóðarhöfum á Þvervegi 2 fær sérstök hvatningarverðlaun samkvæmt bókun umhverfis- og náttúruverndarnefndar. En svona rétt að hnykkja á því hvað umhverfisverðlaunin eru, en þau eru veitt sem viðurkenning til einstaklinga og fyrirtæki Stykkishólmi fyrir fallega og velhirta garða og fyrir snyrtilegt umhverfi og við þetta mat á snyrtilegu umhverfi þar verið að horfa á snyrtilegt umhverfi í víðu skilningi að það þá túlka rúmt ef svo má segja og meðal annars tekið mið á hönnun garða og umhverfis, viðhaldi mannvirkja, þar með talið girðinga, almennu umgengni, heildarmynd, frágangi bygginga og síðan geymslutækja og ávalda. Þetta hugsað sem hvatning til bæjarbúa og einnig til þeirra sem að stunda atvinnurekstur að huga vel að sínu nærumhverfi og þannig verðlauna þá íbúa og fyrirtæki sem að þykja skara fram úr á þessu sviði í Stykkishólmi. Og þetta var upphaflega er í rauninni framhald af umræðu og bókunum í umhverfis- og náttúruverndarnefnd árið 2019 þar sem þetta var til umræðu. Eins og ég fór yfir þá liggur fyrir tillaga deiliskipulagi Áningarstaðar og útsýnisvæðis á Súgandisey og vísa ég bara í þann texta sem þarna Ráðið hefur verið stöðu sviðsstjóra umhverfis- og skipulagsmála og fyrir þá Stykkishólmsbæ, Grundarfjarðarbæ, Eyja- og Miklaholtshrepp og Helgafellssveit og hefur Kristín Þorleifsdóttir verið ráðin í stöðu sviðsstjóra umhverfis- og skipulagsmála
og hún störf hérna í ráðhúsinu. En hún með aðstöðu bæði í Grundarfirði og í Stykkishólmi og eftir atvikum í Mikluvatnsshreppi. Og síðan mun Fannar Þór Þorfinnsson koma til starfa sennilega næsta október, 1. október, og hann verður með aðsetur á báðum stöðum. Og Bjarnfríður Vilhjálmsdóttir sem hefur gegnt stöðu skipulagsfulltrúa Stykkishólmsbæjar undanfarið lætur á störfum 1. september næstkomandi. Henni hér með einnig þakka fyrir velun störf þar á félagsins fyrir hans bæjarstjórnar þegar hún lætur á störfum 1. september. Og Jökull mun þá starfa sem byggingafulltrúi þar til sú skipti eiga sér stað með tíð og tíma. Nú félag atvinnulífs lét útbúa nýtt götukort á bænum. Það er nú verkefni sem eru búin að vera í vinnslu, ég held að sé bara frá 2018 uppalega. Það er búið að vera langur ferill þetta kort. En kortið er hlutaverkefni sem hlaut styrk frá meðal annars Stykkishólmsbæ og atvinnuvega og nýsköpunarráðuneytinu og er teiknað af Ómari Smára Kristninssyni og eiginkonu hans, Nínu Ivanova. Hún sá brotið. Þetta er afskaplega nákvæmt og skemmtilegt kort og öðruvísi nálgun á bæinn. Þannig að hvert og eitt hús er teiknað þá eftir ljósmyndum og gögnum og ég hvet þá sem að ekki hafa skoðað þetta kort að verða þessum út svona kort, en það er hægt að nálgast það í Norskóhúsinu, í Ráðhúsinu og í Sundlauginni meðal annars. Nú og síðan er alltaf ekki máls á því að kortin hafi ekki síst vakið áhuga ungu kynslóðunar, en það víða sést til barna í sumar með kortu á vappi til að kynnast bænu sínu betur. Þannig að má jafnvel fara svo langt að segja að þetta sé áttavafræðsla. Ætla má að námsfús og upplýsningaþyrst börn á grunnskóla hafi tekið þessari viku fagnandi þegar sumarfríinu loks lauk og skólastarfið hófst á ný. Skólasetning grunnskólans í Stykkishólmi fór fram síðastliðinn þriðjudag. Foreldrum barna í fyrsta bekk var boðið að vera viðstödd og þá hóf nýr deildarstjóri tónlistarskólans störf fyrir þessum mánuði, Kristján Daðason, og gengur þá undirbúningur bæði á tónlistarstarfi og grunnskólastarfi og skólastarfi almennt í leikskólanum sem hóf göngu sína 12. eða 13. ágúst eftir verslunarhelgi, helgin eftir verslunarhelgi. Já, það er sérst hóst ég bara misti hvað ég var að segja, en hins vegar þá hófust skólagangan á 9. eða 10. ágúst fyrir ekki á það sem ég var að hugsa. Herðu, en að framkvæmdum, nú umfangsmiklar malbyggingaframkvæmdir hafa staðið í Stykkishólmi undanfarið og eru þó ekki yfirstaðan eftir að ljúka við malbyggingu meðal sem Sæmundareit og hefur bærinn fengið upplyftingu eins og þykir hefur eftir. Í sumar var sett upp skilti við innkomin í bæinn í samræmi við ákvörðun í fyrra, það sem að það var keypt en sett upp núna í sumar. Og gamla skilti var sett upp á seinni hluta síðustu aldar og farið að láta á sjá. Nú frisbygólvöllur settur upp á holtinu fyrir ofan íþróttavöllin, sem sagt á Vatnsás, ytri Vatnsás, og fyrsta brautin líkur frá grunnskólanum og er í kástaði átt að þjónustuhúsi Tjaldsvæðisins og síðan rekur völlurinn sér svona í gegnum holtið og upp á það. En völlurinn er ekki aðeins hugsaði sem góð afþreying og hreyfing fyrir heimafólk, heldur einnig frisbygolf, einnig vinsælt meðal ferðafólks og verið er að ganga frá þeim velli. Nú gera König vinnur að endurbótum á styttunni af Hafmeyjunni sem áður var hluti af gosbrunni sem var í Hólmgarði. Tilstendur að koma Hafmeyjunni aftur til síns heima, það er að segja í Hólmgarðinn.
Kvenfélagsgarðinn, Hólmgarðinn að loknum endurbótum. Þetta einnig mál sem búin að vera í vinnslu í töluverðan tíma og hefur hlotið umfjöllun í Safna- og menningarmálanefnd árið 2019 og sótt var styrk í þetta verkefni, þannig að þetta verkefni styrkt. Þetta er 500.000 króna styrkur sem fékkst í þetta verkefni að fara í þess endurbætur á styttunni. Það vel. En síðan það næsta verkefni að koma styttunni fyrir á góðum stað í garðinum og liggja fyrir ákveðnar hugmyndir í þeim efnum sem á eftir að funda með kvenfélögunum og taka umræðum með bæjarfulltrúa og annara sem málið varðar. En sambærilega styttum að finna bæði í Borgarnesi og Akranesi en gera hefur sinnt endurbótur einnig á þeim. Og hann einnig að saga rákir í styttun og annað að koma fyrir hana í hana styrktarjárnum en þetta var fjallað á samfélagsmiðlasíðu Stykkishólmsbæjar. Stækkun að viðbyggingu leikskólanna miðar vel áfram, stökkvöllin á viðbyggingunni steyptust snemma í þessum mánuði og framkvæmdirnar virðast lítil áhrif hafa á leikskólastarfið annað en að vekja upp hrifningu og áhuga yngstu kynslóðarinnar að sögn verktaka gengur allt samkvæmt áætlun. Framkvæmdir við körfuboltavöll á lóð grunnskólans sem bærinn vinnur að í samstarfi við Snæfell. Snæfell að vinna að uppbyggingunni í samstarfi við bæinn, kannski réttar að segja það. Það hafi gengið aðeins hægar en lagt var upp með, en þar spilar meðal annars inn í mikill undirbúningu verktaka mikið að gera sem bara vel, meðal annars vegna malbyggunum framkvæmda og við vonum að þær framkvæmdir fari á fullt skrið og haldi þar áfram, hef full að trúa því. Nú við Stykkishólmsbær og Skógræktarfélagið hafa verið að vinna síðastliðin 2 ár að ákveðinni framtíðarsýn og uppbyggingu á skógræktarsvæðinu við Grensás og hafa verið samþykktir 2 samstarfssamningar í þeim efnum með það markmið að auka útivistarmöguleika íbúa þá sérstaklega en auðvitað fyrir gesti einnig í nálægð við Stykkishólm og hefur skógræktarsvæðið tekið miklu breytingum eins og þeir hafa séð sem hafa sótt skógræktarsvæðið með mörgum nýjum göngulegum þar sem þeim hefur verið bætt við og einnig hefur verið unnið að gagnvirku korti og skilti sem kynna gesti skógarins fyrir þeim göngulegum sem liggja suðvestur hluta skógræktarinnar. Þannig að ég vil þakka Skógræktarfélaginu fyrir samstarfið og ég vænti þess að við eigum áfram gott samstarfið í Skógræktarfélag Stykkishólms og það er frábær vinna og áhugi og kraftur sem er í þeirra starfum sem nýtist okkur öllum og fyrir það ber að hrósa. Starfsmenn Eignasjóð hafa undanfarið unnið töluverða endurbótum og íbúi Skúlagötu. Það hafa verið hreyfingar þar á eignum og við höfum verið að lagfæra eina íbúi af annarri, sumar teknir alveg í gegn og meti svona hvað þarf að taka í gegn eins og hefur komið hérna til umræðu áður á þessu vettvangi. Og starfsmenn hafa verið við vinnu í grunnskólanum þar sem undirbúningur fyrir komandi skólaár og það einnig sinnt vinna á þetta viðhaldi á dvalarheimilinu og fleiri verkefnum. Einnig var skipt gler og nokkrum gluggum í tónlistarskólanum. Nú síðan var nú haldið hérna áfram næsta klukkutíman eða marga klukkutíma við alltaf að telja upp öll verkefni sem hafa verið hrint í framkvæmd í sumar af áhaldhúsi eða þjónustumiðstöðinni og starfsmönnum bæjarins og hérna einnig, ég vil einnig nota þetta tækifæri til að þakka Vinnuskólanum fyrir sín störf í sumar sem gekk vel og var alltaf ánægjulegt að sjá fólki taka til hendinni, unga fólki okkar og gerðu það bara með sóma og sinntu meðal annars einmitt verkefnum í skógræktinni
sem að var verið að vinna samstarfsverkefni, þessu samstarfsverkefni sem ég nefndi áðan, með skógræktinni. Þar voru meðal annars starfskraftar úr unglingastarfinu þar að störfum. En nú er verið að vinna í girðingavinnu meðfram gamla Stykkishólmsvegi sem var samþykkt af bæjarstjórninni 2019. Það sem verið er að opna á gamla Stykkishólmsveginn sem var byggður snemma á síðustu öld. Það er að auki verið að það er verið að stefna að því að koma niður girðingastaurum fyrir hundagerði sem er einnig búið að samþykkja að koma fyrir þar á nálægum slóðum við Stykkishólmsveginn. Eiginlega liggur meðfram þar sem Stykkishólmsvegurinn er hliðin á þar sem gamli Stykkishólmsvegurinn lá á stað sem er ýmist kallast Kittalundur eða Stellulundur. Ég nota reyndar oftar Stellulundur og er þannig staðsettur við afleggjara í Arnarborg. Þessu loknu þá þér fundarstjórn aftur eða sviðið. Takk kærlega fyrir greinargóða yfirferð yfir framkvæmdir bæjarins og það sem er í gangi. Það er alltaf skemmtilegt þegar að pistil bæjarstjóri er svona langur, þá veitum við að það er fullt að vera í bænum. Mikla framkvæmdir. En orðið laust minnispunkta bæjarstjóra? Enginn kveður sér hljóðs undir þeim lið, þannig að það er komið þá að lokum þessa fundar. Ég vil taka undir með þessu þökku honum Kristjáni Lár fyrir sjóferðina sem hann bauð okkur í. Það var mjög skemmtilegt að byrja bæjarstjórnarfund á þessu. Og þá vil ég þakka okkur fyrir góða fundarsýttu og góðar umræður og snarpar og stíð fundi klukkan 18:08. Takk.